við getum kallað þetta óskrifaðan samning það að við séum allir að fara í sömu átt og þú þarft að fá þetta samþykki. Það eru allir að vera rosalega meðvitaðar það að allir litlu hlutinni sem þeir geta breytt í sínu lífi fyrir utan æfingatímana jafnvel og inn á æfingunum þegar þær verða hvað erfiðastar að það allt í þeim tilgangi að verða betri, hraðari, sterkari, meira úthald heldur en andstæðingun og trúa því. Og þegar að menn leggja svona á sig og fara svo að finna það, að það skilar, og þá eflustu enn frekar. Og þetta í raun og veru sko verkefni dag frá degi. En í upphafi þarf að vera alveg skýr með þetta. Og þú þarf að setja þetta fram með einföldum hætti, þannig að sé sameiginlegu skilningu fyrir. Einn af gamla skólanum og meira að segja að eigin sögn. Willum Þór líklega einn járnagaðasti skrokkur sem gengur þessa jörð. Kennarinn, þjálfarinn og alþingismaðurinn sem hefur aldrei tekið sér veikindadag frá vinnu. Kennsla hefur aldrei fallið niður hjá honum og hann með 99% mætingu á þinginu. Þetta 1% lítur að nagan. Hljómar maníst og eflaust það. Sömuleiðis lék hann fyrir yngri landsliðin í körfubolta, handbolta og fótbolta sem ungur drengur og spilaði fyrir meistaraflokk KR í öllum þessum íþróttum á sama tíma. Mjög skemmtilegar umræður með Willum í þessum þætti, samnefnarinn í íþróttum, kennslu og pólitík, krufin til merkjar og heimspekilegar pælingar frá hægum manni að eigin sögn sem getur þó séð rautt og gengst þá við nafninu Trillum að annara mannasögn. Kostendur þáttana gera það kleift að hlusta á þennan þátt án endurgjalds og ég vona að þið séu þeim jafn þakklátt og ég. Origo býður upp á umhverfisvænni fartölvur frá Lenovo. Kíktu inn á netverslun.is og verndaðu umhverfið með orkusparandi búnaði frá Origo og Lenovo. Þetta frá þeim báðum. Orkusparandi búnaður, ef eitthvað orkusparandi þá það heimsending og hvað þá heimsending á 100% rafmagns orku. Sækið AHA appið, flettið í gegnum tilboðin sem birtast ykkur og sparið orkuna sem annars hefði farið í að ákveða hvað þetta veri í matinn, sækja matinn, elda matinn eða jafnvel keyra út í búð og versla í matinn. Því AHA býður nú upp á rafræna búðarferð. Ég veit ekki hvort það kallar þetta rafræna búðarferð en ég að kalla þetta rafræna búðarferð. Þú setur einfaldlega í mataköruna með íslenskri rallit gegnum AHA appið og þar með gerast hlutirnir ekki einfaldari né orkusparandi. Kók án sykurs hefur fengið nýtt og endurbætt útlit og sömuleiðis bragð. Uppfærslan tók svo vel til að fólk fullyrðir að nýja kók án sykurs sé besta kók í heimi. Það bara ein leið fyrir þig til að komast að því kæri hlustandi, rakleiðis út í búð eða rakleiðis í AHA appið og setja kippu í körfuna til að smakka lífsins vökvann sjálfan. Annars Ísey skyr ennþá jafn bragðgott og ennþá jafn próteinríkt, sérstaklega vinsælt meðal hinnar íslensku þjóðar, hvort sem það gamla góða tandur hreina Ísey skyrið, kolvetnaskert Ísey skyr eða Ísey án sem án viðbætt sykurs, sætuefna og einungis bragðbætt með ávöxtum. 14G af íslensku próteini sem bara hlýtur að vera betra en allt annað prótein í hverju dós. Þakka ykkur fyrir. Butelsbacher eru hágæða, ávaxta og grænmetissávar. Og hvað meina ég þegar ég segi hágæða? Við erum að tala fjölskyldufyrirtæki frá Þýskalandi, svo mikil eru gæðin, sem býr til lífrænasta djúsin af þeim öllum. Engin rótvarnarefni, engin ensím og engin önnur aukaefni notuðu framleiðsluna. Þennan safa færði í öllum helstu matvöruverslunum og þennan safa verður að smakka. Með vinsælli vörum eru rauðrófusafinn frá þeim og eplaetikið. Ég mæli allavega með rauðrófusafanum og get vottað gæði hans með góðri samvisku. Svo fyrir okkur í þessum heilbrigða lífstíl með heilbrigði að sjónarmiði út lífið. Aðallumst heilbrigði í einu og öllu, Eirberg með okkur græðið. Endalaust úrval á gæðavörum, hvort sem þú þarft útivistar og kompressjónfatnað, raka og lofthreinsitæki, nálastungudýnur, snjallur eða nuddbyssur. Þetta bara brot af því sem gerir Eirberg að þínum go-to stað þegar þú þarfnast þjónustu og fjölbreytts úrvals af hágæða vörumerkjum. Mér langar í þetta allt. Ég heyri bara eitthvað rakatæki og mér langar bara að taka upp veskið. Bestu þakkir til ykkar fyrir að hlusta. Alltaf vel metið. Þið getið ítt á subscribe í podcast-appinu eða follow á Spotify. Hvað sem ég gerið, reynir nú bara að njóta þess að hlusta á Willum hér í þessum þætti og hafið það gott. Gjörðu þið svo vel. Það bara gera maður svona. Eins og þú vilt, Já. Á maður bara nánast að vera hérna. Já, þetta er nú svona í það mesta, Ég á ekki að vera með þetta. Nei, ekkert nema að vilja það, Nei. Er þetta ekki bara góðu svona? Þú ert ekkert mikill tæknikallið það. Nei, bræðið mínu fengu það allt. Bræðið þínir, hvað gera þeir? Annar kerfisfræðingur og hinn verkfræðingur. Já.
og þú ert nú rekstrar Ef ég þarf að kveikja sjónvarpinu mínu þá hringi ég í kerfisvæðingin. Já, ég veit. Þú fyrst líka, fyrst ekki gemsa bara eitthvað upp úr 2005-06 eftir að Valur var alveg brjálaður yfir að það náðist aldrei í þig. Jó, þá kom stjórnarmaður í Val, Bragi. Þetta er mjög skemmtilegt. Ég sagði alltaf við og ég er alla daga æfingar eru þið vitið það, komiði bara og helsið upp á mig. Tölum saman. Og þeir gátu auðvitað ekkert alltaf mæta á, ég meina leikmenni mætti og ég mætti þannig að hann kom svo dagur að Bragi kom bara með svona kassa með svona litlum samlokku síma og sagði svaraði í þetta. Velkomin til starfa. En var þetta einhver þrjóska í þér eða? Já. Þetta er náttúrulega svolítið fyndið að krefja aðra að mæta á staðinn sem þú ert á til þess að tala við þig. Það er galið. En af hverju? Var þetta ekki líka svona, þú veist, út af eins og núna, það er náttúrulega bara mjög rík og sterk umræðum það að snjallsímar séu þessi tímaþjófur og allt það, en ég er bara að hugsa árið 2004, þú veist, hvernig voru símar þá? Var þetta einhver svona bláa fyrir þér? Nei, ég held að þetta sé bara gamli skólinn, sko, ég er bara alveg upp fyrir svartan svona skífusíma og það kostaði að hringja og maður fór spallega með þetta. Þannig ég held að bara einmettir af því, ég er ekki mikil símón, sko. Nei. Ertu með snjallsíman núna? Já, ég er með gamlan LG. Já, en snertiskjár á þessu? Já. Kemst í Snake og eitthvað getur hringt og svarað? Ég get hringt og svarað. Já. Það er fyrir öllu. Já, sko, þetta er alveg. En hann er alveg að gefast upp. Já, eins og eigandinn. Nei, ég er ekki að gefast upp. Nei, ég segi svona. Herðu, Willum Þór, vertu hjartanlega velkomin í þáttinn. Við vorum að ræða hans í margt fyrir spjalli. Já, mér líður svona eins og við séum bara búnir með þáttinn. Já, þú allavega byrjaði bara strax að það var ekkert erfitt að pumpa þau upp. Nei, ég held að það komi til að því að ég hlustaði aðeins á viðtal sem þú tókst við mikil meistara Jóhann Inga Gunnarsson. Já, hvernig tengistu honum? Hann þjálfaði mig í nokkur ár í handboltanum og hefur reynst mér ágætlega síðan, bæði þegar að kemur svona að því að vinna með stöku leikmenn og þegar ég var í þjálfun og svo bara fyrir mig sem þjálfar þá er hann algjörlega frábær og svona þegar maður lendir í þoku þá er hann snillingur í að greiða úr henni. Þú sagðir að þú leið eins og langaði að hlaupi gegnum veggi eftir að hann talaði til liðsins. Já, það var að hann hefur þannig einleika og þegar hann þjálfaði þá fór maður þannig inn á völlin að mann er leið eins og maður getur hlaupið niður alla veggi og brotið múra og tekist á við allar áskoranir og það eru þetta hæfileiki sem hann hefur og svo hefur hans bakgrunnur sem sálfræðingur nýst honum aðar vel í þjálfun efalaust þar á þessum tíma en þegar ég var að hlusta á þetta viðtal að þá, sko eins og þá að það sem hann er svo flinkur í að hann skapar svona hugsanir, maður fer að hugsa fullt af hlutum sem snúa manni sjálfum leið og maður hlustar á hann. Það eru þetta alveg sérstakur eiginleiki leið og það snýra hans svona fræðilega og faglega bakgrunni. Já, ég held að það sé nú líka bara hans helsta markmið sem sálfræðingur, sérstaklega að tala einn á móti einum og að fá smá hugsanir í gang hjá aðalunum sem situr á mótunum. Já, og það er það sem að ég svona upplifði í ykkar viðtali sem að hlýtur að vera gæða mælikvarða á svona viðtal að þetta gerist í gegnum eitthvað samtal, sko. Það er frábært og þannig að ég er nú kannski svolítið litaður á því að hafa hlustað á þetta viðtal, sko. Og þess vegna þegar við hittumst hérna áðan og sko, þá fór ég einhvern veginn beint inn í þetta viðtal, sko. Í kollinum. En þú sem hvað segir maður, bara lærlingur hjá honum eða hvað segir maður, þú varst náttúrulega bara, hann var að þjálfa þig. Já. Þú ferð síðan út í þjálfun sjálfur seinna meir, voru þá ekki eiginleikar sem að hann hafði sem þig langaði einhvern veginn að nýta þér við þjálfun sjálfur? Jú, það er alltaf þannig að maður tekur með sér svona í gegnum uppvöxtin, í gegnum uppeldi, í gegnum þá aðila sem að hafa verið bæði að kenna manni eða þjálfa eða vinna með manni og haft svona stjórnunarlega ábyrgð að þá bæði
ómeðvitað og meðvitað tekur maður með sér þá hluti sem maður svona hrífst af og ég held að það var mjög margt sem hann hafði fram að færa í þjálfun sem að greip mig. Eins og þetta með að skilja fólk eða sína íþróttamenn eftir og að þeim langaði bara að gefa allt í þetta og hlaupi gegnum veggi eins og orða það. Er það eitthvað sem að þú varst færum að gera? Varstu mikið í því að hvetja fólk áfram fyrir leiki áður en labbaði inn á völlin? Er það einleiki sem allir hafa? Já, í það minnsta sko þá verður maður að því að við erum auðvitað með ólíka einstaklinga í liðsíþróttum og fólk bregst misjaflega við hvatningu og ólíkri hvatningu. Sumir einstaklingar þurfa ekki svona miklar eldræður og við þurfum öll á því að halda jafnvægis til okkur þegar við förum inn á völl og ég hef nú oft vitnað í gamla snillinga úr fótboltanum Beckenbauer og Platini sem að sögðu alltaf sögðu að íþrótti væri vettvangur tilfinninga og þá snýst þetta bæði í senn að hafa stjórn á tilfinningunum en líka líða þannig að það að maður er ekki hræddur heldur tilbúin að takast á áskoranir. Jóhann Ingi var einstaklega flinkur í þessu og maður auðvitað reyndi að vanda sig og semja ræður áður maður fór í leiki og svo framvegis og svona tengja eins við andstæðingin og kringumstæðunar, jafnvel vellina og setja þetta fram í eitthvað svona sögu sem maður hafði að segja í aðdraganda að keppni til þess að hvatinn væri til staðar. Samhliða þessu þá þetta verkefni að skapa liðsheild og þegar þú komið með svona sigurliðsheild og það verður nánast áþreifanlegt þó það sé óáþreifanlegt. Þú bara finnur það og þú sérð það í svona viðbrögðum og tjáningu liðsmanna en það verður nánast áþreifanlegt þegar að lið komið með svona þetta sjálfstraust hjá hverjum einu leikmanni sem að smitast inn í liðsheild sem að trúir því bara að þeir vinni hvern einasta leik og það dásamlega upplifun. Nú ég bara svona svolítið vitlaus þegar kemur að liðsíþróttum og hef lítið fylgst með eins og bara fótbolta sem er náttúrulega gríðarlega hentugt fyrir þetta spjall en við erum þá með sem dæmi, lið sem að hefur ekki þessa liðsheild, sem að finnir ekki þessa liðsheild. Hversu mikil áhrif getur nýr þjálfari haft á þetta og hefur þú einhver tíman snúið lítilli liðsheild upp í sterka liðsheild? Já, og örugglega oft brugðist í því verkefni og ég hef nú þjálfað fjölmörglið og mest í fótbolta á svona afreksstíð en líka í yngri flokka og bæði kalla og kvenna þegar ef ég tek handboltan með, ég þjálfaði mikið á vinnar, svona samhliða því þegar ég var að spila og maður þarf fyrst að átta sig á því að liðsheildin, hún verður ekki sköpuð með einni eldræðu á einum tímapunkti. Þetta auðvitað bara vegferð sem þú verður að taka með liðinu og einstaklingunum í liðinu og vinna hægt og rólega að því liði þar sem að einstaklingarnir finna þetta sameiginlega afl, hópefli sem að tekur liðið upp á æðri stall heldur nú gætir mögulega áorka sem einstaklingur. Það verkefnið og þú hefur ekkert allar lausnirnar einn og sér. Heldur það bara all liðið sem í kringum þig, all liðið sem í kringum liðið, stjórn og sjálfboðaliðar og liðstjórnir og svo liðið sjálft. Úr þessu kemur getur orðið mjög kraftmikið afl. Og það hægt að breyta farvegliðs með því að breyta þjálfara? Þjálfarar geta haft svona rosalega áhrif? Já, það kannski að þú þarft að breyta á mjög skömmum tíma og þá hefur það nú oft reynst eina lausnin vegna þess að það erfitt að reka heilt lið, þú voru að hafa ykkur inn á vellinum. Það auðveldur að taka einn mann til ábyrgðar og hann axli þá ábyrgðina og fá svona eins og stundum kallað í stjórnun nýtt blóð sem að fá eiginlega jafnari leikinn þannig að þú svona ferð á 0 punkt en þá færðu líka alla aðra sem eru áfram til að finna til ábyrgðar og það raun og veru það sem gerist. Hins vegar svona kannski oftast það þannig að liðið kannski nær árangri 1-2 leiki
og svo kemur tapleikur og þá ert í raun og veru í sömu vegferðinni sko. En stundum hefur ein lítinn tíma, þú hefur kannski bara 3-4 leiki upp á að hlaupa og svo þeir í keppni lokið og þá þetta bara spurningum sko, allar menn að horfa til lengri tíma og svo framvegis sko. Þannig að nei, liðseild sko, sterk öflug sigur liðseild verður ekkit til á með einni ræðu á einu degi eða framkvæmt að einu manni. En hann auðvitað ber mikla ábyrgð og í forsvari og getur stýrt hlutunum í þann farveg. Þú tekur við Haugum, þarna það var eitt af hinnum fyrstu verkefnum sem þjálfari, þú tekur við Haugum og fer með þá upp 2 deildir á 2 árum. Já. Mér fannst svolítið skemmtilegt, þú sagði þér á þessum tíma að þegar varst spurður út í árangurinn sem þú náðir, það sagði þér sko að þetta væri að sjálfsögðu ekki einsmanns verk og það var svona farið yfir í byrjun hvort að fólk væri til í að leggja meira á sig og gera hitt og þetta til þess að sjá meiri árangur og svarið var já. Og mér fannst þetta eitthvað svo einfalt. Þetta var bara svona, herðu, okkur ekki alveg að ganga nógu vel. Erum við til að leggja meira á okkur til þess að ganga betur? Ef svarið já, þá er það bara búið og gert. Þá verður ekkert aftur litið. Mér finnst þetta svo einfalt en mér finnst þetta samt svo áhrifaríkt. Mér finnst gaman að þú setur þetta svona fram. Ég hef nefnilega ígrundað þetta mikið svona eftir því sem árin hafa liðið og maður nú alltaf að læra. Þá sko á þessum tíma þetta svona, þarna var ég búin að þjálfa þar á undan Þrótt og svo þar á undan mikið yngri flokka og þarna var maður ung og maður var enn að svona trúa því allavega að maður gæti lagt á mörkum inn á vellinu líka sko og þarna eldmóðurinn svo rosalega mikill að maður sér alla hluti með mjög einföldum hætti og hefur alveg ofur trú og sigur drifin alla leið sko og kannski einn af mínum göllum líka hvað ég rosalega tapsár ég held ég að lokar síðu öll tapsár en við svona höndluðum það bara með misjaflega sko og þá sér maður bara hlutinu svona einfalt sko og ég ekki að láta mikið annað trufla sig og ég sé þetta alveg í anda sko það spil líka geta á þessum árum þá vorum við ekki komið það langt sko eins og við erum núna þetta eru 20 ár síðan það voru ofsalegar framfarir hér heima í þjálfræði það að segja þjálfarar eru betur menntaðir þeir hafa tilengað sér fræðin í líkanlegri uppbyggingu en á þessum tíma ekki komið þetta langt þá gastu sérstaklega því að við vorum hérna í þriðjudeild þegar ég tók við þá gastu náð forskoti bara með því að tryggja það að menn legðu meira á sig og væri betra líkanlegu formi og það sko held ég hafi samliða því hversu sigurdrifin og ákveðin ég var í því að við næðum árangri að fá samþykki allra til að leggja meira á sig enn hinn þannig að helmingurinn að þessu allavega á þeim tíma var bara við vorum í betra formi en hinnir, flóknar að varða nú ekki. En þessi formúla gengur samt ennþá upp sko og sama hversu mikið tæknin fleitir áfram, fólk átt að sjá einhverju þjálffræði eða líkamlegri uppbyggingu, næringafræði, sálfræði eða hvað nú þá þarf alltaf að gera eitthvað til þess að breyta. Og þetta náttúrulega, þetta snýst bara að fá fólk til þess að gera eitthvað og ef það tilbúið til þess að gera eitthvað til að ná árangri þá bara, ok, þá spyrjum okkur ekki fleira að því, þá bara gerum við það og það svona það sem að þú varst að útskýra þarna með Hauka sama saga eiginlega hjá ég held að þetta sé Ólympíu róðraliði frá Ástralíu, þar sem að þeir voru með mjög einfalda strategíu þegar þeir hneftu ykkur gull á Ólympíuleikunum að þeir spurðu sig alltaf bara áður en tóku einhverja ákvörðunum hvort að will it make the boat go faster sem sem sagt bara áður en borða morgunmatinn sinn það sem ég að fara að borða að fara að láta bátinn fara hraðar, já eða nei og ef svarið var nei, þá gerðu þeir það ekki eins og það bara ákveða að vera lengur í símanum á kvöldin frekar en að fara fyrir að sofa lætu það bátinn fara hraðar ef svarið nei, þá gerum við það ekki þetta er bara svona algjör, bara grundvallar spurning sem einfaldaði alla ákvörðunartöku og mér fannst einhvern veginn eins og þú er að segja nákvæmlega sama þarna fyrir 20 árum. Já, algjörlega og þetta er hárrétt þú verður í fyrsta leið að fá að því að var nú að tala um að þetta væri það gæti engin einn maður þú þurftir í raun og veru svona við getum kallað þetta
óskrifaðan samning það að við séum allir að fara í sömu átt og þú þarft að fá þetta samþykki. Það eru allir að vera rosalega meðvitaður það að allir litlu hlutinni sem þeir geta breytt í sínu lífi fyrir utan æfingatímana jafnvel og inn á æfingunum þegar þær verða hvað erfiðastar, að það er allt í þeim tilgangi að verða betri, hraðari, sterkari, meira úthald heldur en andstæðingun og trúa þeim. Og þegar menn leggja svona á sig og fara svo að finna það, að það skilar, og þá eflustu enn frekar. Og þetta í raun og veru sko verkefni dag frá degi. En í upphafi þarf að vera alveg skýr með þetta og þú þarf að setja þetta fram með einföldum hætti þannig að sé sameiginlegu skilningu fyrir því. Og þegar maður byggir upp svona drif hjá íþróttafólkinu sínu og liðseldinni, þá einhvern veginn treystir maður því að hlutir séu bara gerðir og þurfi ekki alltaf að reka á eftir þeim. En þú hefur samt alltaf lagt gríðarlega mikið upp úr aga og þá sést það helst í eins og svona mætingarskyldu eða frí frá æfingum er til dæmis bara alls ekki boðlegt. Nei, ég hef nú orðað þetta einhvern veginn þannig að frí er ekki boðið en hvíld sannarlega getum við skoða. Hvað áttu við? Já, það er þetta með tilgangin að ef þú kemst ekki á æfingu að þá verður að því að hvíldin getur verið jafn góð æfingunni ef hún er nýtt rétt samhliða að þú ert í raun og veru aldrei í fríi frá þessu mikilvæga verkefni en hins vegar getur þú tekið hvíld. Þá ertu í raun og veru að hugsa hvíldina samhliða því að ná árangri en ekki bara verið í fríi frá okkur kvöð. Akkur meturðu aga svona mikils? Ég held að það sé bara órjúmanlegur hluti af því að skapa liðseild vegna þess að við ætlum öll að gera þetta á okkar eigin forsendum og þá fara allir á endanum í sikkur áttina. Það er svo einfalt í mínum huga. En þið finnst þetta spilin á liðseildina frekar heldur en bara árangur einstaklingsins líka? Nei, það er greinarmunur þarna á vegna þess að ægin má heldur ekki vera þannig að hann sé yfirþyrmandi eða heftandi á einstaklingin. Honum verður að líða vel í liðseildinu. Til að mynda þá má hann heldur ekki koma óþægilega við kaunin á einstaklingum ef að aga er beitt. Ægin verður að koma innan frá, hann verður að koma frá einstaklingum. Hann verður að vera tilbúin í að skuldbinda sig verkefninu og líða vel með það. Þú getur ekki þvinga neinu upp á neitt og heldur ekki með mjög miklu regluverki. Og þess vegna hef ég heldur ekkit verið mjög mikið fyrir það að vera með margar og stífar reglur. Og oftast hef ég nú bara unnið að slíkar reglur með hópnum. Margar og stífa reglur, en þú varst allan að þú varst með þessa einu að það er ekki frí frá æfingum. Nei, en hver er ég að gefa frí frá æfingu? Þú ert í þessu til svona árangri. Vissulega. En eins og fyrir þig sjálfan, þú ert með, ég held þú hafir aldrei tekið þér veikindadag, aldrei fallið niður kennsla hjá þér, 99% mætinga á þingi. Já, ég legg mikið upp úr í sjálfur að fylgja minni eigin samfæringu og skapa fordæmið þannig á þess að vera mikið að tala að velta mér upp úr því. Hefur aldrei verið snérur eitthvað tíma á blaðinu við? Varstu eitthvað svona bíamanneskja sem að bara mætti seint og vaknaði seint og sofnaði seint og þurftir að snúa blaðinu við? Nei, það er engin þannig tímapunktur hjá mér. Ég held ég hafi bara alltaf verið svona, bara alveg upp svona og sennilega er þetta nú svona, má rekja þetta bara eitthvað aftur. Pabbi er sjómaður og það þýr ekki að mæta þegar skipið er farið. Þaðan kemur þetta allt. Ég held það. Hvernig ertu alveg upp? Var mikil harka? Ég veit til dæmis að þú fórst í nám 5 ára gamall og það er væntanlega ekki ákvörðun sem þú tókst sjálfur fyrir þig? Nei, en ég suðaði mikið að fá að fara í skóla. Já, þú hefur gaman að skóla en kannski ekki endilega námi, varst að segja við mig hérna þann. Nei, ég bara gaf mig ekkert fyrir en ég fengi að fara í skóla og þannig að ég gæti ekki byrjað fyrir en ég var 6 ára í Melaskóla en það var hægt að skrá mig og þannig ég fór í Landakotsskóla þannig ég tók 6 ára bekkin 2 ára, ég var eldklár alveg í seinnaskipti í 6 ára. Hvað kemur, mér finnst þetta hljóma mjög furðulega, hvað kemur til að 5 ára barn vilji strax fara að ræsa grunnskólanámið sitt? Ég hef ekki hugmynd það þá. Nei.
en ég svona gruna það núna og ég hef stundum sagt það við nemendum mína í kennslu að mér finnst svo gaman í skóla. Það sennilega ástæðan fyrir því að ég að kenna. Þetta hefur bara verið einhver þörf sem að vaknar hjá barni á þessum tíma að hafa mögulega hugmynd það. En skóli bara heillar mig. Skólasamfélag heillar mig mjög mikið. Það sennilega ástæðan fyrir því ég hef svona þvælst í gegnum langskólanám og svona haft mikinn áhuga á því að skoða menntastofnunir utan landsteinanna og fara í skóla til Bandaríkjanna, fara í skóla til Danmerkur og hér heima og verið að kenna. Ég einhvern veginn, mér líður alltaf vel í skólasamfélaginu en auðvitað endist maður ekkit í skóla ef maður ætla bara að taka félagslega partinn og leggja ekkit á sig í námi. Þannig að sá böggull fylgir því að fá að vera með, fá að þrífast í skólasamfélaginu auðvitað að klára sig af náminu samhliða. Hvernig það samt fyrir þig að kenna? Ég meina hvers konar kennari ertu? Ertu strangur eða gaman í tíma hjá þér? Ég meina þú verður nú að vera líka vinur nemandana, býst ég við. Já, ég held að ég þetta góð spurning. Ég hef ekki hugleitt þetta mikið. Ég nú engin sérstakur skemmtikraftur. Ég ekkit mjög fljótur til, ég þarf að ígrunda allt og er íhugull frekar. En mér kært nemendur, mér kært að þeir ná árangri, þetta ekkit ósvipa á íþróttunum. Það sem drífur mig alltaf áfram og mér finnst gaman að fylgjast með þeir, hvernig einstaklingar inn í liðseldum, inn í svona skólasamfélagi ná árangri. Fyrir mér það alltaf svona það sem drífur mig áfram á þess að ég hafi kannski velt því mikið fyrir mér. En ég legg alltaf áherslu á það að nemendurnir finni það hjá sér eitthvað tilgang með því að læra eitthvað tiltekið efni af því að við erum svo misjöfn að því hvað svona höfðar til okkar og ég til að mynda að því ég valdi viðskiptafræði, var í Verslunarskólanum og síðan fór ég í viðskiptafræði og svona leiddi bara af öðru þá fannst mér breiddin í viðskiptafræði námi heillandi fremur en að það væri einhver endaleg markmið hjá mér að verða einhver mikill stjórnandi í fyrirtæki, skilur við. En þú ferð þarna og lærir líka rekstrar hagfræði. Já. Var það eitthvað sem að þið langaði að starfa við út? Hérna erum við búin að tala um þig sem þjálfara og kennara en síðan líka rekstrar hagfræðingur. Ég velti því aldrei mjög mikið fyrir mér. Mér fannst bara breiddin í náminu henta mér. Ég fann það alveg í Verslunarskólanum að mér fannst þar voru við ef ég hugsa tilbaka þá fannst mér ég eyða alveg óheyrilegum tíma í vélritun að læra vélritun þá voru við á gömlu vélarnar og bara ritvélar? Já, bara ritvélar Þú ert svona gamall? Já, ég svona fjósgamall og það var mikill lægi og skila verkefnum og afrit þurfti maður að taka með að setja svona pappír á milli, ég man nú ekki hvað þetta kallaði einu sinni, en þetta var svona blár blekpappír sem þú settir á milli þannig að afritaðist þegar þú hamraði stafinn á skjalið, þá kom hann í gegn á hitt skjalið. Það er glæsilegt að búa þessari kunnáttu í dag. Blekpappír sennilega var þetta kallað og já, en maður læriði enga síður svona fingrasetninguna. Einmitt. Og þau búið að því allar tíð síðan og af þeim aga sem að var í kringu þetta. Síðan læriðu við alls konar aðrar greinar, svona verslunar tengdar greinar og mér fannst það bara, þetta höfðaði eiginlega allt til mér aðalega breiddin í þessu. Og þannig var það líka í viðskiptafræði. Ég læriðum lögfræði og félagsfræði og félagslega tengd og svo inn í raungreinar starffræðin og það allt og mér fannst breiddin í þessu skemmtilega og þannig held ég að ég hafi leiðst út í það bara að vera í kennslu og svo framvegis en svo þetta get ég bara vísað í afa minn sem að sagði Villi minn ég satt alltaf andaktur á netavegstæðin í Vestmannu og hlusta á kallana þeir voru að gera við netin og
það var engin vitlis að tölu þar þannig pottandi hafa eyru hérna svo það alltaf sko en svo einhvern tímann að þá reis kallinn á fætur og nýtti bandi í baugju og svona belgbauju og segi sparkaði þetta vinnurinn hættu nú að hlusta á okkur þú út hvort eða bara með vitið í tánum með vitið í tánum? Já, og þannig að ég var alltaf að sparka bolta og allt við íþróttir heillaði mig bara alveg sko ómeðvitað strax en þegar ég alin upp sko á Hringbraut 111 sem var gengt sparkvelli káringa ég var innritaður í KR 5 ára gamall og þetta markar auðvitað sporin sko en þannig að allir það hafi ekki verið rétt hjá hann þeim gamla sko allir viti sé ekki bara í tánum Þú náttúrulega ferð í KR og þetta er náttúrulega svolítið ótrúlegur ferill út af því að þú ert í yngri landsliðum í körfubolta, fótbolta og handbolta og spilar svo fyrir meistaraflokk KR í öllum þessum 3 greinum. Þannig að segja að þú, sko, þetta hljómar nú bara eins og einhver íþróttamanja. Já, það gerir það þegar þú segir það. Ég hef heyrt fólk sem þurft að velja á milli fótbolta og handbolta eða hvað nú var og svona oftast er það þessi 2 og það ákveða síðan svona aðeins og seint á ferlinum að velja fótboltan eða velja handboltan en þessi 3, fótbolti, handbolti, körfubolti það er nýtt fyrir mér. Já, ég átti mjög örðugt með að velja á milli og ég prófaði eiginlega allar íþróttagreinar hjá KR sem það voru einhverjar 11 greinar þarna, ég held ég hafi farið á æfingu ég fór á æfingar í sundi og badminton og bortennis og allt nema held ég og í glímu og þannig að sem að var þá í meðlaskólanum en boltagreinar heilluðu mig alveg sérstaklega en það út í þá daga þetta hefur breyst mikið að þýleitinu til að þá er þetta ástíðabundið og þá veturna var kannski einu sinni viku fótboltaæfing ef vel var já, þannig og þá hafður ekkert að gera sko þá bara var það þá fórstu bara í handbolta og jafnvel fleiri íþróttir og blessunarlega þá fekk maður að prófa flest og ég held að það sé mjög hollt fyrir krakka og rannsóknir hafa reynda staðfesta þegar það kemur á tómstundum að fá að prófa sig áfram framan að æfinni og prófa sem flest og finna sig og ég held að þegar við erum að tala um forvarnir og forvarnarstarf þá held ég að þetta sé rosalega mikilvægt að við sköpum umhverfið sem að krakkar, börn og úlingar fá að prófa sig til þess að ná síðan miklum árangri verða afreks í einhverju Já, og sem það er tónlist eða íþróttir á einhverju sviði að þá þarftu auðvitað á einhverjum tímapunkti að fara að leggja áherslu og ná fókus á einhverjum einum stað. Mér tókst það nú aldrei, sko. Ég gat aldrei slitið mig frá þessu almennilega, sko. Þannig að myndur þú segja að fókusin hafi verið svona breiður hjá þér að þú náður aldrei að þröngva niður á eina grein hafi komið niður á þér? Hvað árangur var þar? Já, hvað árangur var þar í einni grein? Já, alveg örugglega. Ertu afreksmiðar? Þú talar hérna að það sé mikilvægt að fólk fá að pröfa ýmislegt svo að það geti afrekað á lokum eitthvað í því sem það kann við. Já, ég held að fólk mun alltaf þroskast og þróast í það sem það finnur það er betra í en annað og hentar því betur. Og þá þarftu þetta bara bæði að finna þig á einhverjum einum stað og þú þarft líka góða leiðbeiningu það hvar hæfileikar þín að liggja og hvatningu en til að svo megi verða þá held ég að svona framan af æfinu þá þurfur einmitt að fá að prófa sem mest ég held hins vegar að það sé ekkit endilega þannig að við eigum öll að verða einhverjir heimsmeistarar í einhverju einu sko og ég en klárt mál ef þú ætlar að ná einhverjum árangur á einhverju afmörkuðu sviði þá þarftu þetta einbyttaðir að því, ég meina það segir sér sjálf. Ég er bara lítið baka og á margan hátt þá hefur allt þetta brölt mitt gefið mér bara eitthvað annað og svona breiðari grunn, bakgrunn í að gera ýmislegt og til að mynda held ég að þetta hafi styrkt mig í þeim störfum sem ég hef tekist á við. Það að vera svona á breiðum grunni í íþróttum. Með þessa breitt bara. Já, þegar maður fer að miðla til að mynda.
að þá held ég að það hafi nú nýst mér til dæmis í þjálfurinni mjög mikið. En eins og þú talar að þú sért svona aðeins gamli skólinn sko, hvað með bara ungbörn sem að finna sig í tölvuleikjum? Já, ég sko, þráttur að vera alveg, já, og tek undir það, ég alveg grjótharður gamli skólinn og finnst það skemmtilegt líka og ég held að það sé margt þar sem við getum lært, en ég líka tilbúin til þess að læra því ég bara veit að ég þarf á því að halda að hlusta og til að mynda það sem að gerast með rafíþróttir að þar getum við skapað vettfang einmitt fyrir krakka sem finna sig í ykkur öðru og þetta bara hluta tilvörun og þau geta líka fundið af því að stór partur af þessu öll saman hvað sem þetta heitir sem við erum að gera hvað sem við erum að læra á píanó eða fiðlu eða erum í fótbolta eða einhverjum þannig séð líkamlegum íþróttum tómstundum skulum við bara segja að þá það sem skiptir ekki síst máli þetta félagslegur vettvangur þú lærir að vinna með öðru fólki taka tillit til annar taka mið af því sem aðrir kunna að gefa þér þetta ekki síst mikilvægt að því við erum félagsverur við getum ekkert unnið bara einangrað endalaust og það þannig sem ég horfa á þetta mm-hmm. Já, ég gæti alveg trúa að það hafi verið smá viðbrigði fyrir einhvern eins og þig ekkert endilega þig en að einmitt bara átta sig á raf íþróttum að þessi íþróttamaður sem setur fyrir framann lyklaborðið. Já, ég á 5 börn og blessunarlega eru þau nú að læra á tæknina og tækin og tölvurnar og miklu fremri og miklu hraðari að grípa hlutina og samfélagsmiðla og allt þetta sem að fylgir og auðvitað fylgir þessu líka svona áskoranir þau með ekki sökkva bara inn í þennan heim og einangra sig frá öðru það held ég sé kannski við þurfum bara að finna eitthvað jafnvægi þarna á og ég hef mjög gaman að því að sko þegar þau tileinka sér færni í tölvuleikjum ég held að þetta geti stutt þau í alls konar verkefni í framtíðinu og ég held meiri sé að þarna séu tækifæri fyrir okkur þegar kemur jafnvel að sko við erum að tala tækifæri framtíðarinnar að við erum að framalega í því að hanna tölvuleiki. Það eru fyrirtæki sem verður ná árangri í því og ég held að þeir sem að einstaklingar sem finna sér þarna snemma á ævinni getur orðið framtíðar tæknifólk inn í þessa geira. Mm-hmm. Allt þetta einhvern veginn til að byggja okkur upp sem einstaklinga og við öðlumst færni á hvernig hlutum. Samhliða því að við erum í samfélagi við annað fólk og til dæmis ef að íþróttafélögin eða við finnum þessu farveg af íþróttunum og þannig eru liðakeppni líka og þá það þessi félagsfærni sem svo mikilvægur partur af þessu öllu saman sem að jafn mikil og hvort það fótbolti eða eitthvað annað. Einmitt. Fyrst við verðum að mæta einhverjum áskorunum varðandi tæknina og ég spyr þig að þessu út af því þú ert búin að vera að kenna náttúrulega yngri kynslóðum í fjöldan allavega árum og hefur kannski séð hort á þessa þróun frá öðru sjónarhorni, þú veist ég meina ertu kennarinn sem tekur síman af krökkum í tíma eða sérðu eitthvað mun mögulega bara yfir síðustu ár út af ég meina snjallsíminn riðir sér ekki rúms fyrir en bara 2007 eitthvað svoleiðis og þú ert búin að hafa yfirlit yfir svo marga hópa í gegnum tíðina, bæði þjálfun og kennslu? Fyrst þegar ég var að byrja að kenna sem þá ég sjálfur í háskólanum og einhverju hluta vegna þá áður ég vissi að var ég á öðru ári í háskóla var ég farin að kenna hér í menntaskólanum í Kópavogi þá voru einhver símar á lofti sko. Og þetta var ekkert sem og ég líti ekki á þetta reyndar í dag sem vandamál en þetta bara eitthvað sem þarf að vinna með síðan breytist þetta sko tiltölulega hratt þannig að þetta verður svo mikilvægur hluti af okkar daglega lífi og samskiptum og upplýsingarna ganga miklu hraðar það kosturinn við þetta
En þetta sogar til sín athygli og ég svona upp úr kannski aldamótunum þá fóð maður átt að segja á því að svona fleiri voru bara inn í tíma, þegar þau kom inn í tíma þá voru þið með síman og síman á lofti og þetta svona ágerðist. Það var eitt fyrirtæki sem að sko auglisti þá, oft eru svona auglýsingar slagorðakendar og það var stærsti skemmtistaður í heimi. Og ég sagði bara við krakkana þá, ég kepp ekki við stærsta skemmtistæði í heimi, sko. Það er vonlaust. Skilur. Og þetta er auðvitað, svo sér maður bara þróunna, ég meina, krakkandi mínir í grunnskóla, þau fá iPad í hendurnar og ég held að það sé bara þróunin, þau að læra að vinna með þessi tæki, læra að nýta þau og við eigum að læra að nota þau í kennslunni. Svo eigum við bara að finna þetta jafnvegi hvenær það á við að leggja tækinu og tala saman og eiga samskipti eða við þurfum að nota því að vinna verkefni eða með einhverjum öðrum hætti. Auðvitað kom það upp að dæmi á sínum tíma eða kom eitthvað upp í fjölskyldu, þá var þetta að senda skilaboð 1, 2 og 3, en hér á árum áður þá þurfti að koma skilaboðum á skrifstofunum, ykkur á skrifstofunum að hlaupa inn í tíma og banka upp á og tala við kennaran og kennarinn að koma skilaboðunum á nemandan. Gekk miklu hægar fyrir sig. Þetta er kostur. Já. Svona verðum við bara að læra að virða hlutin og vinna með þá. Algjörlega. Heldur að hafi á sínum tíma verið sama umræða með þegar rítilegnar komin í tíma. Við verðum bara að læra að finna eitthvað jafnvægi og þú veist að milli handskriftar og rítilegnar og fingersetningar. Hugsaður þegar fyrst koma nú sko, ég fekk lánaða ritvél sko og A-ið var svo stíft sko, ég þurfti nánast hamar og meitil til að byrja sko allar setningar sem byrjuðu á A eða á og síðan förum við nota rafmagnið og þetta verður rafdrifið, þetta er miklu léttara, það er íslegt sko og svo kemur þetta inn í tölvurnar og allir möguleikarnir á því að leiðrétta og vinna með skjöl og vinna á milli með skjöl, við þekkjum þetta og við höfum að horfa fegurinn í því sko. Ég menna gamli skólinn er bara eitthvað svona hefur tæknin áhrif og hún mun alltaf hafa hraðar áhrif. Við erum í raun og veru bara á sko hraðleið í að snjallvæða heiminn sko. Ég veit. Fyrst við erum ennþá inn í kennsluna en við vorum að spjalla það áður en byrjum að taka upp varandi það bara meðtaka upplýsingar og hvaða hjálpar að síðan miðla þeim loksins eða kenna. Og þú talar að þú sko, þér er lýst sem maður með límheila en þú vilt meina að þú sér svolítið hægur og þurfur að fara nokkur sinnum yfir hlutina til þess að það festist. Já, ég er yfirleitt sko bara eins og þessi þáttur okkar samtal fær mann til að hugsa inn á við og þú spyrð góðra spurninga sem að maður þarf hratt að velta fyrir sér og svona hugleiða í leiðinni. Ég get alveg lofa þér því að þessi þáttur mun fylgja mér næstu vikur. Ég mun ígrundan og ég mun hugleiða spurningarnar og velta hlutunum fyrir mér og við erum alla ævina held ég að reyna að komast að því raunverulega hver við erum, hvaða styrkleika við höfum og hvaða veikleika og svo framvegis. Að því leiti er það mjög gott til að mynda að fara í svona viðtal sem er ekkit alveg þú veist, maður hoppar ekkit inn í svona viðtal og hefur bara allt að segja sko. og Þú gerir það ekki. Það er alveg margir sem hafa hoppin í viðtal og hafa allt að segja. Já, en svo er það bara þannig að þegar maður er að miðla þá finnum maður til þessar ábyrgðar. Því við vorum að ræða þetta sko, hvað drífum mann áfram í kennslu? Það er árangur nemandans. Það er það hvernig hann þroskast og finnur sig. Og maður er alltaf að reyna að finna eitthvað og nemendur eru ólíkir. Það er mjög ólíkir hlutir og sem að svona kveikja tilgangin með því að opna bókina eða fara inn í skjalið eða vinna verkefnið og svo framvegis og maður er alltaf að kljást við þetta. Til að ég geti miðlað því eða fundi þann farveg þá líður mér alltaf eins og ég þurfa að lesa hlutina 3 svar. Ég var þannig námsmaður sko. Ég gæti lesið 1 kafla og ég myndi ekkert hvað ég var að lesa og ég held að
kannski séu flest þannig, sumir hafa þó tilenga sér þann eiginleika að grípa aðalatriðin mjög hratt. Ég hef aldrei náð því almennilega og það tekur mig tíma að setja hluti í samhengi, þannig að ég segi stundum ég sé mjög hægur og ekki að ljúga neinu því og að því að ég þarf að hugleiða hlutina. Ég frekar ég myndi segja að ég væri frekar inn á við heldur en út á við maður að þessu leitinu og þannig ég þarf að lesa allt þessar og ég þarf helst að skrifa það upp og svo þarf ég helst að vera búin að kenna það þrisvar líka 3 umferðir til þess að ég nái almennilegum skilningi á því sem ég að fást við og það kannski harkalega, þetta hljómar harkalega og það kann einhver að spyrja hvað þessi maður að trúa því að hann geti kent einhverjum eitthvað en þannig þetta bara og ég held að kennsla sé bara eins og í íþróttunum, þetta samfélag þar sem að við hjálpum stað við að komast nær sannum alls konar hluti. Þessi endanlegi sannleikur, það auðvitað til staðrendur eitthvað sem bara eða ekki, en svona nám heilt yfir er svona leitin að því að öðlast meiri þekkingu og hún verður aldrei endanleg. Stundum nú sagt því meira sem maður les að það eina sem maður kennst hvað maður kann lítið. Já, maður reykur sig ansi oft á það þegar maður heldur að sé komið með þetta og síðan komið einhverjar nýjar upplýsingar átt þess að maður bara var rétt svo að kíkja undir hútið Sameiginlegt með kennslunni og íþróttunum, þú talar allan það í kennslunni að fólk nemendinni finnir svona kannski smá tilgang í því sem að gera og þú getur verið þeim innan handar með það. Sama á væntanlega við íþróttaliðin sem þú hefur þjálfað. Er einhver taktík, er einhverjar aðferðir eða eitthvað svona leiðir að, þú veist, eins og nýtir þau mikið markmið eða sálfræði aðstóð fyrir líklega íþróttamennina frekar heldur en nemendurna, er eitthvað sem maður getur gert til þess að hraða þessu og hjálpa fólki að finna hann tilgang og hvort sem þú er upplegað á þinni eigin reynslu eða þinni reynslu af því að hjálpa öðrum? Já, þetta er risastóra spurningar og þetta þarna færðu mig alveg til að hugsa. Ég get ekki svarað þessu öllu svona í einu. Ég get tekið út tilvik þar sem ég hef til að mynda í einhverjum litlum tilteknum atriðum þar sem ég sé að ég get ekki hjálpað leikmanni með eitthvað tiltekið sem hann þarf að bæta, spurt hvort hann vilji fá aðra, aðstóð. Það er ekki mjög mörg tilviki í gegnum tíðina en þau og það hefur blessast og og ekki af neinum alvarlegum toga bara til að bæta sig sem leikmann og ná upp að læra að vinna með einbeitingu og svona huglega þætti af því að það er mjög erfitt að geta hjálpað öllum allt frekar að leita bara alveg eins og þú í dag í þjálfunni þegar þú ætlar að auka styrk í svona líkamlega krefjandi íþróttum þá eru menn að vinna með svona afmarkaða þætti eins og styrk þá færðu með þér styrktarþjálfara og svona í tilteknum stöðum eins og markverðir áttum með markvarðarþjálfara sem er svona hefur reynsla því að spila sem markverður í þessari stöðu og vinna með markverðir sem þurfa svona annars konar þjálfun heldur en þú ert kannski að gefa útileiknum. Þetta í raun og veru sömu lögmál eiga við í kennslunni og ég held að það sem að við höfum gert betur og betur í skólaumhverfinu að við erum að auka aðgengi að ráðgjöf, að námsráðgjöfum, félagsráðgjöfum, sálfræði aðstoð og svo framvegis. Ég held að þetta sé mjög til bóta. Koma bara sérfræðiþekkingur nær fólkinu? Já, svona opna á umhverfið þar sem að nemendur geta leita sér aðstóðar út fyrir kennslustofun. Og þú ert í raun og veru í því hlutverki og ættir að vera sem kennari að leiðbeina krökkunum þetta. Hvenær það gæti skilað árangri að svona taka samtalið
út fyrir kennslustofuna við námsráðgjafan, þú ert kannski bara við tölum það þegar þú ert að velja þér fög, velja þér leið í námi. Ég meina við erum öll að reka okkur á það alltaf að við kannski veljum eina leið og hún á ekki við okkur, við finnum það bara ekki fyrir við erum komin á stað. Þá ekkert að því að setja bara punkt og reyna að finna annan farveg. Hefur þú þurft að gera það sjálfur? Þú fannst það nú tiltölulega fljótt í íþróttunum og sömuleiðis náminu, mættir þarna ári á undan öllum öðrum. Já, ég hef nú kannski tileinkað mér það að bara takast á við hlutina, ekki svona kannski flokkað á hvort ég fundi mig í þeim eða ekki. Taka það slæma með því góða, ég meina það fullt af fögum þannig að ég var bara lélugur í og þurfti bara að leggja mikið á mig til þess að klára þau, en ég vissi það líka til að klára eitthvað endapunkt í námi að útskrifast og þá þurfti ég bara að klára það slæma með því góða, það líka hugafar, en það einhverju mörk á því, við þurfum að finna okkur farfið þar sem okkur líður vel og ég hef kannski bara verið heppinn að því leitinu til að mér leiði vel í Vesturlandsskólanum, það var gott félagslíf, það var mikið íþróttum, góðu bekkur sem að lendir í eignast félaga og þannig að þá var maður ekki mikið að velta sér upp úr hlutunum þannig, en ég held að skólaumhverfið hafi breyst til batnaðar af þessu leitinu að það eru fleiri farvegi til að hjálpa og styðja nemendur til að finna sig í námi. Við höfum oft rætt þetta að auka áherslu á starfsnám og við höfum svona verið upptekin af því að bóknámið væri svona þetta æskilega framan af og svo getur við valið. Ég held að við þeir sem eru flinkir og útsjónarsamir og þá eigum við að hjálpa þeim að finna sína sitlu í starfsnáminu. Já. Skilur það bara, ég held að við höfum verið alltof föst í þessu að bóknámi var eitthvað æðra starfsnámi, það það bara ekki. Þetta ekkit svona, það kannski svolítið gamli skólinn. Einmitt. Og líka bara, þú veist, ég meina þegar þú bendir á að rannsóknir byrja að sína það svona, því meiri breytt sem þú hefur, því oft bara því mælanlegri árangurinn, hvernig sem að skilgreinir árangur, hvort það sé bara einhver hamingja eða gleði eða peningar eða hvað það er. En það er líka bara eins og að tala við fólk sem hefur komið hingað í þáttinn og bara eitthvað dæmi, Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, hann var á sjó og hann fór í læknin og var ekki að finna sig þarna, en ég held samt sko að það sé svo ótrúlega hollt að lendi því að finna sig ekki og eins og bara vini mínir sem á að starfa í London sem dæmi og lýsa því sem bara gríðalegu erfiði og bara mikill hörku og átti ekki vel við þeir bara þá fengur þau strax að vita, ok, vil ég ekki enda, bara nú veitum við hvað áttu við að hlaupa, bara hlaupa í burtu frá þessu. Þetta eru frábært dæmi sem dregur fram og því að Ásgeir Jónsson svona í þessu hlutverki sínu sem seðlabankastjóri, þá hefur held ég að hann vakið athygli með það einmitt að koma hlutum frá sér á mannamáli. Og ég held að þessi bakgrunnur sem þú dregur fram hjá honum hjálp honum í því. Já. Ég held að bakgrunnur sem að við byggjum ómeðvitað upp oft, hann hafi afskaplega mikið að segja hvernig við höfum okkur og hvað við segjum og hvernig við rekumst, sko. Og þá til að heimfæra þetta yfir þig, nú ert þú inn á þinginu reyndu þjálfari og kennari. Ég get nú alveg trúið að þetta snúist rosa mikið bara að byggja einhvers konar heild og sérstaklega bara fjárlega nefndar, þegar þetta nefnd sem þú ert formaður yfir, þó sem ég áttum ekki alveg á því hvað það hlutverk snúist til þess að vera heiðalegur, þá býst ég við því að þín reynsla úr þjálfun og kennslu hjálpiði til í núverandi starfi. Já, ég hef nú stundum sagt að það hafi tekið mig 2 ára að rata bara rangala þingsins. Já, þú ert svo hægur. Og já, ég svo hægur og það ýmislegt sem að þarf að læra hvernig hlutinni ganga fyrir sig og auðvitað passa maður sér strax á því að vera nothæfur, skilur við, það ekki það, en til að láta að sér kveða og ég auðvitað kem inn sem annar í öðru sæti hér í Suðvesturkjördæmi á Framsóknarflokknum og við náum 3 inn og ég fekk þá ábyrgð þannig fyrst 2013 og átti í sæti í efnahags- og viðskiptanefnd
og í gegnum fánefnd fer mikið af málu sem snúa að fjármálunum og fjármála umhverfinu, bönkunum og svo framvegis sko, og það það sem nýtist mér þar að ég var búin að fara í gegnum viðskiptafræði, þannig að svona þetta sem stundum kallað tæknimál eða jargon, ég gat lesið mig í gegnum það og svona sett áherslunar á það sem ég vissi að ég gæti og kynni samhliða því að læra svona á verklagið og þingið og þessa ábyrgð að fara inn í þingsal og greiða atkvæði með eða á móti einhverjum málum og undirbúa sig þannig að mann líði vel með að taka þá ákvörðun. Þannig að ég stilti bara fókusin á það og hérna. Má ég aðeins kannski bara skjóta inn, þú ert þarna að tala í rauninni bara að taka afstöðu og fyrir mér hljómar þetta, eða það ekki, jú. Og mér finnst þetta hljóma svo eðlilegt og hérna, þetta getur bara reynst þrautinni þingra að taka afstöðu í erfiðum málum, þetta eitthvað sem þú leggur mikið upp úr að gera. Já, fyrir mér þetta sem við erum kosin til að lýðræði virki. Og mér finnst þetta svo eðlilegt, af hverju gera þetta ekki allir? Það gera þetta nefnilega allir sko, með mismunandi bara með sínum nefi sko, ég bara lýsa því hvernig ég nálgast það sko og hvernig bakgrunnur nýtist, að þó maður læri ekki á allt í þinginu og hvernig það virkar allt og að þegar fólk búin að vera aðeins lengur og læra á verklæði og tækin og tólum, við getum verið að leggja fyrirspurnir fyrir framkvæmdarvaldið og við getum beitt okkur inn í nefndunum og við getum auðvitað komið í fjölmiðla og miðla þar og skoðunum og fólk hefur svona misjafnan bakgrunn og styrk. Þetta nýttist mér vel í þessari nefnd og svo hafði ég á allsherjar- og menntamálanefnd, mikinn áhuga aðila og skólamálunum og íþróttunum og þar koma reyndar dómsmálin í gegnum þá nefnd mikið og hérna, þannig að þetta bara mjög mikið verkefni, en þetta svona ósýnilega verkið, en það þarf, ef maður ætlar að gera þetta vel, þá þarf maður að vanda sig og lesa og undirbúa sig til að líða vel með ákvörðun og afstöðun sem maður tekur. Þú lest mikið? Já, ég reyna að því að við eigum að hlusta og við fáum athugasemdir við öll mál inn í þingið og ég reyna að gera mig farum að lesa í gegnum þessar athugasemdir. Og svo verður auðvitað ábyrgðin enn meiri þegar maður fær þessa ábyrgð sem að ég fekk núna formaður fjárlaganefndar. Þá kemur þetta sem varst að byrja í raun og veru spurninguna á þetta, hvað eiginlega nýtast þá að hafa verið þjálfari og kennari, af því að við erum með nefnd skipaða fulltrúum allra flokka inn í nefndinni, fjárlaganefnd tekur auðvitað fjárlögin og fjármálaáætlun og þessi stóru fjármál ríkisins í gegnum fjárlaganefnd, en við höfum líka mjög mikilvæg og ríku aðhaldshlutverki að gegna gagnvart framkvæmdarvaldinu og þá þarf maður að virða allar þessar ólíku skoðanir til þess að nefndin virki sem slík og ég hef lagt mig fram það, ég segi það bara hér nú að því ég tel að afar mikilvægt og þá nýtist kannski þessi reynsla sem maður hefur af því að hafa verið kennari, hafa verið að stjórna liði og ég horfi svolítið á fjárlaganefndina þannig að öll þessi ólíka reynsla og bakgrunnur allra sem eru í nefndinni og hafa mikið fram að færa og af því að það vigtar svo vel í því að gera hlutina betur, að ná því öllu fram. Þannig ég hef lagt mig fram það. Einmitt. Þú ert rosa, myndi ég segja bara, þú ert rólindis maður, bara svona á mínum kynnum maður hérna síðasta klukkutíman. Hvernig fyrstu þá viðnefnið Trillum frá einhverjum af þínum íþróttamönnum sem þjálfari? Veistu það, ég held að það sé tvennt í þessu. Ég sagði að við hérna að ég væri tapsár og að íþrótti væri vettvangur tilfinninga og ég var mjög lengi, ég held að þetta bara viðvarandi verkefni hjá mér að jafnvægistilla. Af því að þegar ég fór í íþróttikeppni, þá var ég svo sigurdrifinn að ég
það gat orðið bara erfitt sko. Ég bara eyrði engum. Mér var eiginlega, og það nú stundum sagt sigurdrifið fólk, það sé það er svona stilt upp í liti, það sé rauða fólkið, og ég var alveg eldrauður og þú veist, ég var eiginlega slett sama það hvort að ég meiddi eitthvað, og ég er ekki að tala sko að hafa sparkað í eitthvað sko, heldur hvort að ég segði eitthvað eða gerði eitthvað sem hefði eitthvað þannig bara áhrif á fólk að það væri erfitt og vont. Ég bara hugsaði ekki það sko. Ég bara sá eitt að sigra, og ég svona framan af ævinu og fyrsta árin í þjálfun þá bara var ég þannig og hugsaði ekkert mikið annað. Svo lærir maður það bæði þegar maður fer nú aðeins að þroskast og þjálfa að aðgátt skulu höfði nærveru sálar sko. Þannig ég áttaði með því að ég þurfi að jafnvægi stilla mig og taka tillit til annara þegar líka inn á velli og líka í tengslu við íþróttirnar, og ég átti auðvitað með þetta í kennslunni, en ég var svona, mér var mjög umhugað að mínir nemendur stæðu sig og gat verið mjög grimmur og harður. Síðan fer að eignast börn sjálfur, og ég nú svona bæði hægur og seinþroska, þannig að ég fer að eignast börn svona kannski seinna en flestir, og við eignast okkar fyrsta barn 98 og eigum 5 og þá gaf ég þetta bara og við allt í það og blessunlega svona upplifa það að fá að þroskast og dafna með börnunum, og það kennir manni ofsalega mikið. Þannig maður svona, það þroskar mann meir en margt annað. Breytistu með barneignunum? Já, og það hjálpaði mér að svona jafnvægi stilla. En eins og það að halda með nemendur sínum, halda með liðinu sem að þjálfa, hvernig það bara að halda með barninu sínum, þegar það kemur að uppeldi? Ég meina, ertu mikill áhugamaður uppeldi? Er fjölskyldan þeirri kær? Já, hún það kærasta sem ég á í þessu lífi, það þannig. Og hvernig þá þínar svona, ertu útpældur í uppeldi eða? Nei, ég kannski, þegar þú segir útpældur, og þá kannski má skilja það þannig að maður sé að fylgja einhverjum kenningum. Ég get ekki sagt það, en ég held að við bara, það skiptir mann ofsalega miklu máli að skapa örugt og þægilegt umhverfi fyrir börnin sín. Ég held að hugsi það allir þannig, og maður finnur til meiri ábyrgðar að vera að búa þeim gott heimili og styðja þau í því sem þau að gera og hvar þau á þeirra forsendum. Maður finnur það bara. Þetta bara einhvern veginn, já, og kannski eitthvað annað sem ég hef reynt í lífinu sem hefur hjálpað. Það tilviljun að þau öll í fótbolta? Ég held ekki. En það tilviljun að 2 synir eru komnir í atvinnumennskuna í fótbolta? Ég held að þeir hafi bara lagt sér fram og fundið sér í þessu. Nei, ég heldur ekki. Ég held að svona þessi tvennt sem komið til, það að þeir upplifa allan áhugan og ástríðuna sem var í mér sko, ég svona á kafi í þjálfun á þeirra fyrstu árum. Þeir komu á völlin og öll fjölskyldan fylgdi mér, ég var mjög heppinn, og svo þetta búið bara mjög nálægt Breiðablik. Þeir þurfu ekki að fara yfir umferðargötu til þess að vera konir í félagsheimilið og fótboltan og eignast þar sína vini, skólinn á þeim bletti, þetta allt saman á sama svæðinu og leikskólinn, og þannig að þeirra umhverfi litast líka af fótbolta, ekki bara heima, heldur bara næri umhverfið. Þannig að nei, ég held að það sé nú engin tilviljun að þeir séu konur á þann staðan sem eru sko. Nei, já, einmitt, það finnst þér svona eins og þeir fara út í atvinnumennskuna, var það eitthvað sem að þér fannst að vanta hjá þér, gerður aldrei atlögu að því? Nei, þetta var allt öðruvísi í þá tíma, þá var þetta bara ekki opið nema bara fyrir afburða fótboltamenn. Þegar ég tala um fótboltan og svona afburða íþróttamenn. Ég meina, það örugglega margt sem að má draga fram sem að opnar heiminn fyrir okkur.
og bara vinnuafl almennt. Ég held að fjórfrelsið sem fylgir aðildin að Evrópusambandinu í gegnum EFTA-samningin 94, við getum dreigið hann fram í svona stóra samhenginu. Það bara opnar heiminn og vinnuafl flæðir á milli landa. Getur það svo útskilt hvað áttu við með því og hvaða samning voru þetta að tala um? Já, ég er bara að tala um aðildina að Evrópusambandinu, aðildina í gegnum EFTA-samningin og sem opnar á fjórfrelsið og ég held að það hefur verið gæfu spor að tengjast því, þannig að við tengjum stærri vinnumarkaði hérna árum áður að þá var þetta ekkit svo opið nema að þú væri bara afburða leikmaður og væri bara beinlega sóttur. Nú geta menn hort bara á þennan draum í ungir og sagt þetta er mjög auðveldari í dag og við höfum fjöldan allan leikmönnum að spila út allan heim og í Skandinavíu. Hér árum áður þurftur að sækja atvinnuleyfi í Englandi. Það kann að breytast eitthvað núna opnunin eftir að England dróð svo út úr Evrópusambandinu en við eigum að geta samið við þá og tryggt það að leikmenn geti áfram spilað í Englandi. Ég held að þetta eigi við allt vinnuafl en ég held líka að það sé svona hugafar þessu tengt að verða atvinnumaður. Ungir leikmenn sjá fyrirmyndir sem hefur tekist að gera þetta við hugsaðum ekki svo mikið þetta og þessum árum voru þetta Ásgeir Sigurvinsson ná frábærum árangri og öllum langaði til að ná þeim árangri að sjálfsögða en það var ekki svona almenn hugsun að ég ætla að verða atvinnumaður þegar ég er svona að reyna að rifja þetta upp tilbaka. Ég held bara að heimurinn bæði hafi opnast og svo höfum við séð það að þetta er hægt eftir því sem fleiri hafa farið. Við erum auðvitað alveg í sérstöðu þegar kemur að handbolta og við höfum átt fjölmarga handboltamenn og svo þjálfara sem eru kannski dæmi það að við vorum sterkari á alþjóða mælikvarða í handbolta heldur en nokkuð tímann fótbolta. Einmitt. Já, ég mikið kannski áhugavert líka í ljósið sem múst að tala um með, sem ég nefndi með trillum viðnefnið. Já. Og sá sem að slengdi því fram, hann talaði líka um að þú hefðir róast með árunum. En eins og þessi orka í kringum íþróttirnar, það má alveg missa sig og sjá rautt og þú veist, og bara svona keppniskapið bera mann ég ætla ekki að segja ofurliði og það ertu náttúrulega búin að ganga langt en bara þarftu þessu engan farveg í dag, ertu bara orðin það rólur, ég meina alþingi líklegast, fólk ekkert að sjá rautt inn í þingsal sýnist mér. Nei, ég er bara búið að bæla þig alveg niður. Þetta er rosalega góð spurning, ég spurður að þessu, hvar er þjálfan? Á hverju ferði ekki og lætur þetta fólk heyra það? Þetta er oft vakið mér til umhugsunar. Er ég orðinn ofrólegur? Verði ég ekki bara að láta vaða á súðum meira? Og en þá hugsaði ég mætur endilega vinn og það hef ég aldrei gert og hoppar upp á borð og stappa niður fótum og setur nefan á loft og heldur einhverju eldmósræðu klukkan 8 að mótni og hitti nefnduðinu. Nei. Eða inn á kennarastofunni. Ég held ég hafi nú alltaf verið svona eðlislegt tiltölulega rólegur, en þegar kemur að íþróttum þá var ég mjög sigurdrifinn og ég fann það í kennslunni, ég var það líka framan af. Auðvitað rennum mann í skap líka, það kemur alveg fyrir og þá hækkar maður róminn og svarar fyrir sig og ég finn það oft en ég held að það sé bara mjög mikilvægt að það sé ákveðið jafnvægi og maður ígrundir hlutina kannski áður maður veður fram. Íþróttir eru þetta þannig að þú hefur ekkert alltaf tíma til að fara yfir hlutina og þú voru bara bregðast við rætt og örgla og það var góðu þjálfari sem lýsti því að voru 10 mínútur nú voru 15 mínútur sem þú voru leikli og það er nú eitt af því sem gerir svona íþróttunar á þessum vettvangi handbolti, fótbolti, knattspyrna og vinsælasta íþrótt í heimi.
svona þegar kemur að iðkenda fjölda og áhorfi og svo framvegis sko, og þá mæli hverða að þú ert undir í hálfleik og ekkert að ganga upp af því sem þú laðir upp með og með liðinu og þú hefur ykkur 10 mínútur með þeim til að endurskipuleggja þig og það í raun og veru bara 2 leiðir sko, það annarkvort að fara á tilfinningaskalan þannig að menn bregðist við að því að stór hluta þessum leik fer fram í einvíja, sko formi einvíja og ef þú liggur undir í þeim þá segins og vinnu stundum orðamennir í dag ég teki eftir því að koma svona nýtt orðalagi kringum ef þú vinnur ekki grunnvinnuna að þá gengur ekkit upp, ef þú vinnur ekki þá bolta sem falla til, stundum segja menn seinni bolta, að þá ert að verða undir í einvíi og þá hefur 2 leiðir, þú getur farið og endurskipulagt liðið í því leikkerfi sem þú ert að spila eða þú getur bara farið í tilfinningun og þetta sem svona, þetta óræða að berjast meira hvað þýðir það? Það þýðir umverulega og ég skilgreindi það á sínum tíma það þýðir það ef ég segi berjast við þig og ætlast til þess að þú farir inn á völlin og berjist meir og betur að þú rífir þig í gang með að vinna næstu tæklingu skallægin við eða ráðast fyrstur á boltan á undan anstæðum því að ef við gerum það ekki sem lið þá verðum við undir þá færist leikurinn í átt á okkar marki þannig að ég einfalda þetta með þessum hætti og þetta hefur maður oft reynd að ef þú ert ekki sem lið að vinna þessa grunnvinnu þá verður þú bara hreinlega undir það yfirleitt ekki þannig að menn ætla ekki að leggja sig fram og ætla að gera þetta það bara einhver doði, það eitthvað sem hefur áhrif sem að kveikir ekki í öllu liðun að vinna saman að þessu að hafa þetta í lagi og þú ef þú ætlar að breyta þessu á 10 mínútum þá eru að setja þetta í eitthvað samhengi og það verða allir að finna hvað þú átt við og skilja það og það getur ekki gert með því að svona, tala bara rólega og föðulega skilur hvað ég við algjörlega, þú verður bara að setja þér verður að vera mikið í mun leið og þú verður að fá liðið til að skilja hvað að gerast síðan auðvitað í mjög mörgum tilvikum á þetta við það að þú andstæðingurinn að herja á þig meira hægra menn eða meira vinstra menn eða þú ert meira undir á miðunni að þá verður líka að vera tilbúin til að aðeins að róa þig og hugsa get ég breytt ykkur í skipulaginu og hjálpa liðinu minn og þetta svona blanda þessu tvennu ég var þannig að ef ég var að tapa þá var ég bara inn í mér alveg brjálað langa helst inn á völlin og leiðrétta þetta allt sjálfur sko. Og svo lét ég það bara flæða sko. Þannig að það fór ekki á milli mála trú ég hvað ég var að meina og hvernig mér leið og ef þú nær svona góðu sambandi við liðið þitt sem ég náði í flestum tilvikum, ekki öllum að þá var það ótrúlega góð tilfinning þegar þú fannst að þetta breytti ykkur þeir svöruðu menn svöruðu kallin það ótrúlega góð tilfinning en þú hefur ekkert mikinn tíma þú fer ekkert heim og lest heila bók og vinnur í þessu næsta mánuðin til að við svona leiðréttum kúrsin en það gerur kannski eða þú ert að stjórna bekk eða fyrirtæki eða ert á alþingi þannig að þú hafir eitthvað rök á bakvið það sem þú ert að tala Einmitt. Og það snýst þetta heldur ekki að vinna bara einn leik heldur sko það miklu meiri langtíma hugsun í gangi Nei, eða nekkja á andstæðingi ég menna á þingi, ég sé litla fegurð í því að reka eitthvað ofan í eitthvað það hef aldrei gert, ekki í fótboltanum heldur sko. Ég fæ ekkit út úr því að reka eitthvað öfugt ofan í eitthvað eða svona draga það fram að hann hafi eitthvað sérstaklega rámt fyrir sér eða ekki ég reyni bara að setja áherslun á það að ég hafi eitthvað rök fyrir því sem ég að færa fram eða gaggrök sem þá uppbyggilega til að bæta mál ef einhver annar að flytja mál skilur þannig einhvern veginn samtalið meira á þingi og mér finnst það eigi að vera en þetta ofsalega gaman og við höfum svona gaman af svona pólitískum kappræðum þegar við horfum svona til eldri tíma það sem voru sko var eldmóður og hugsjón það þarf að vera með
En eins og þú ert örugglega ekki búin að losa þig alveg við tap, hvað segir maður, tap sárnina ef við búum þá orð til á staðnum. Já. Hvernig eins og að fara inn í kosningar og svoleiðis, með þetta með bæði hennan sigur vilja og svona vitandi að því að þú getur orðið djöfullis áhrif að þetta fer ekki eins og þú vilt. Þetta kosningar er svo miklu þyngra fyrirbæri heldur en nokkuð tíma neitt fótboltaleikur, sko. Þú ert svo mikinn þunga til þess að sigra. Já, það er alveg rétt og ég verð alveg örugglega sár en þá verðum við að huga því, sko, við verðum að skilgreina, sko, hvað verður árangur í kosningum. Það er miklu óræðara fyrirbæri hvað maður verður sáttur við og hvað ekki, heldur en það sem stendur á stigatöflu, ef þú tapar sko 2-0, þá bara stendur það 2-0, þá skoraði andstæðingurinn 2 og þú skoraðir ekkert og þú tapaðir. En það hef ég þó lært í íþróttunum sem að nýtist mér í þessu, að skilgreina árangurinn, að ef þú ætlar að sko taka þennan tapleik með þér í allt sem þú gerir á næstu dögum en ekki læra því til að bæta þig, þá myndu taka það með þér inn í næsta leik og líklegast tapur hann líka. Þú verður að vinna jákvætt úr því, áttaðu á því hvað hefðum betur mátt fara og gera það betur í næsta leik og það á að vera drifkrafturinn til þess að sigra þá í næsta leik. Það er ekkert endanlegt í þessu og það er það heldur ekki í stjórnmálum. Þess vegna hefur þetta Framsókn lifað í rúmlega öld, vil ég meina, því að Framsókn á erindi. Framsókn er félagshyggju flokkur. Framsókn hefur tekið þátt í mjög mörgum framfara málum. Ég er mjög meðvitaður þá ábyrgð bara að fá að tala fyrir þessu erindi og við höfum sett okkur það markmiðu þetta bara fyrir þessa kosningar og það þá einhvern mannlegur árangur. Ég því svektur ef við næðum ekki 2 inn, við eigum 1 í Suðvesturkjördæmi og því fleiri sem þú nærð inn í kosningum á þing, því öfluri getur orðið og betur til þess sko fallin og líklegur til þess að mynda stjórn og það auðvitað eitthvað sem þú keppir að. Eins og það bara með allt í lífinu, þú rengir auðvitað ekki upplifun fólks og það eru kjósendur, þannig bara virka lýðræði sem á endanum velja og keppnin okkar felst í því þá að koma til skila þeim áherslum sem að flokkurinn vill leggja áherslu á og þeim málefnum og flokkarnir hafa verið að gera það. En ég held að maður upplifir sig aldrei sem þennan eiginlega tapara í þessum skilningi sem íþróttunar svona afhjúpa bara svo hreint. Finnst þér erfiðar að tapa heldur en skemmtilegt að vinna? Þessi er erfið. Já, mér finnst alveg ofsalega erfitt að tapa og en það þegar við tölum að jafnvægi stilla sig, ef maður ætlar að ná árangri í einhverju samfellu, þá þarf maður líka að kunna sigra og missa sig ekki alveg. Og vegna þess að það orðaði einhver mistarinn einhver tíman að taplið þau brána og sigurlið þau frjósa. Þeir eru búin að sigra í einhver tíma og nærði einhverjum endanlegum árangri að þá hættur að vilja þroska þig og þróast og ná enn betri árangri og skilgreinum þann árangur. Og það er kannski svolítið viðfangsefnið þeirra sem eru sigurvegarar að staðin ekki. Mér finnst ég man ekki hvort það var bara í persónulegu spjalli við Jóhanninga eða í viðtalinu, en þá voru að tala allan að sama, hvort þú vinnir eða tapir, þá fagnaru eða bölvar því til miðnættis og svo er þetta búið. Svo er bara næsti leikur. Þú átti rétt á því að fagna því og lifa í því, en þú getur ekki lyft því að hafa áhrif á næsta leik, því að það kemur næsti leikur og þá skiptir einhver máli hvort þú vannst eða tapaðir síðasta. Það er akkurat þannig og þú þarft að jafnvægi stilla því í báðar áttir til þess að ná hámarks árangri í næsta leik og það auðvitað svona fegurinn við íþróttir, sko, þetta sko, þó þú tapir þá
þá færðu alltaf tækifæri til að leiðrétta þinn hlut í næsta leik ef þú ferð bara með nógu tæran koll sem ég nefni oft svo þar að segja að þú ert búin að þú missir þig ekkert og þú sigrar en þú missir þig ekki í eitthvað svartnætti heldur þó þú tapir og það lærist mjög og sko þetta þroski í íþróttum sem ofsalega mikilvægur og ég tel að nýtist mér mjög vel í stjórnmálum. Það nýtist mér þannig að virða skoðanir fólks og hlusta. Því að þannig getum að bara bætt sig og reynda endurmeta hlutina út frá því og læra af því sem fólk segir og meinar. Talandum bæta sig, hvort sem að við viljum tala, bara hvað sem þú fæst við. Þú virðist íhuga vel það sem þú ert að fara að gera og alveg pottþétt það sem þú gerðir, bara eins og þú talar um þetta viðtal á hana, að það væri mögulega lifandi í kollinum á þér næstu vikurnar. Já. Þetta systematískt hjá þér? Ferðu vel yfir hluti og greinir hvernig þú getur bætti og náttúrulega bara augljósa dæmið þarna eru leikir sko, einhvers konar leikreining sem hluti af íþrótta hreyfingum allstaðar en mér finnst svona hljómar þannig að þú nýtir þetta bara til að bæta sjálfum þig líka. Já, ég held að þetta sé tvennt sem að útskýrir þetta. Í fyrsta lagi það bara hrein og klár samviskusemi og það bara gildi sem að þú sko elur með þér eða ert alin uppið og ég alin uppið að samviskusemi að skila því að mér sem að ég fenginn til og ég tek það mjög svona, það bara einhvern veginn innbyggt, ég bara finn það og ég held að það sé bara gildi sem ég alin uppið og skiptir ótrúlega miklu máli. Síðan held ég að hitt að íþróttunar sem bakgrunnur hafa bara kennt mér það að þú getur ekkert leyft þér bara að gefast upp. Það bara ekki í boði. Og það bara oftar en ekki þannig að aðrir hafa bara mjög gott til málan að leggja eða geta lagt það til að þú áttar þig á því að þú ert bara á rangri leið. Það ert að brjóta á þetta álætiðinu, endum með þetta hlutina ef þú ætlar hreinlega að geta gert á betur. Einmitt. Það svo ískalda staðreynd sko. Ég veit að og fyrir tapsáran mann þá var ég bara mjög lengi að kyngja þessu. En íþróttirnar þær beygjaði til að læra þetta að þetta þrýfst ekki í þeim. Einmitt, já, og það einmitt, þau komið svo skilabóðum mjög skýrt í kollin á manni en oft það kannski eitthvað, bara sem dæmi það var sérsveitamæður í viðtali fyrir nokkrum árum og hann talaði verkferil sérsveitarinnar sá að þegar það ráðist í einhver aðgerð þá henni alltaf lokið og síðan farið í after action review þar sem að hlutinir eru krufnir og farið við hvað var gert vel, hvað var gert slæmt og þess að þar. Þú veist, mér finnst svo margt í tengslum við íþróttir og íþróttaleiki eða afrek sem að við gætum nýtt okkur líka í bara daglegu lífi. Það frábært að dregur þetta svona fram vegna þess að þetta sko raunin þannig, já, óhuguleg og stríð eru. Það fyrirbæri. Því við erum öll friðarsinnar. Við myndum vilja að það væri engin stríð og við værum bara að vinna að hlutum í sátt og samlyndi. Þá er mjög margt íþróttir, stjórnun, skipulagsvæði sem að hafa þróast af í gegnum her og stríð og skipulag. Og sko á þeim vettvangi, íþróttir til forna voru bágfimi og svona skylmingar og síðan þróast það. Þú varst nú í glímunni sjálfur? Ég fór í glímu, það var nú þannig, þeir voru sko, það voru miklu meistari í KR í glímu, Sigtryggur var hann kallaður af því hann vann alltaf og svo var Ólafur Haukur sem nú nær mér í aldri og sem var tæknilega besti glímumaður á þeim tíma og þeir sveifluðu manni bara fyrir axlir og niður í kól svona í einni sveiflu. Það bara yppon í fyrsta? Já, maður það var búið að taka mann sem æfingapóka í heilan dag þá ákvæði það að glíma væri ekki fyrir mig en ég fór í glíma. Þetta
nefni glímur, þetta eru þetta svona svo íþrótt sem er svona með þeim fyrstu og þykir svona já, gríman er á margan hátt sko falleg íþrótt og þetta er öguð íþrótt, hún krefst mikillar tækni og þannig að já, þetta er svo ógurlegt sem það hljómar að þá er mjög margt upprunnið úr stríði og þetta getur við auðvitað tekið þar margt af því sem að snýra stjórnun og skipulagsvæðum og hugafæri. Já, bara herægi, þetta bara fæst í. Herægi, akkurat. Það er hellingur í þessu. Já, það er það. Hvað með svona bara í léttari málefni frá stríði og bardögum, þú veist, ég meina, ertu ekki búin að eignast mikið að bara góðum vinum og eiga góða stundir í tengslu við íþróttirnar líka, ég meina, þú lítur að geti fagnast svolítið í gegnum tíðina og kynst góðu fólki og haft gaman af þessu. Það er auðvitað það sem bara stendur upp úr. Það er það sem stendur upp úr að maður hugsa tilbaka í gegnum íþróttirnar og allt þetta stús í gegnum íþróttir og það er það sem útskýrir vinsældir íþrótta og sko vettvang íþrótta til allra góðra verka, það er þessi félagslegi vettvangur og það eru í gegnum sæta sigra og súr töp að þá eignastu vini fyrir lífstíð það er þannig en það er nú svo skrítið að sigurliðin hafa tilneyingu til að halda betur saman þegar íþróttaferli líkur. Já, það. Heldur en tablið. Það er merkilegt. Hvað hefur þú upplifað með því að vera í sigurliði eða sérðu það bara á sigurliðin sem þú mögulega þjálfaðir? Ég held að sé nú svona meira kannski tilvísun í söguna. Ég held að við tökum öll með okkur vini úr íþróttunum en svona sem hópar. Þá hafa þeir tilneyingu til að loða meira saman þegar að ferli líkur heldur en tablið. Þau svona kannski eins og tablið gjarnan gera molna og leysast upp. En eins og þú og Gummi Ben, þú náttúrulega þjálfaðir hann og síðan fær hann sem aðstoðarþjálfara og síðan hvað aðstoðað þú hann, eða ekki? Jú, það er að þú talar um þennan félagslega vettvang og það fegurinn við íþróttirnar þú kynnist fjölmörgu fólki. Og þú rekur á það þegar þú ert í þjálfuninni og ert að svona greina einstaklingana, hvað þeir hafa fram að færa inn í liðsildir. Og þar ertu auðvitað með bara mjög mikinn meistara fyrir utan að vera afskaplega fær knattspyrnumaður og íþróttamaður. Ég held að það skipti ekki öllu máli hvað íþróttan hefði valið sem það kemur á boltagreinum. En það var náttúrulega mjög fær knattspyrnumaður ef hann ekki meðist að hann náttúrulega verið atvinnumaður allan ferilinn og var komin út í Belgíu og þú áttarði mjög hratt á því að þarna ertu með einstakling sem er betri í íþróttinni heldur en flestir. En hann er líka með mjög háan stöðul af því sem að við myndum kalla félagsfærni. Þú bara, án þess að mæla það með einhverjum öðrum hætti, þú bara, hann er svona, hefur bara mjög mikla félagsfærni, hann er svona félagslega samþyktur, hann er fljótur að hafa áhrif, menn líta til hans, hann hefur þor til að taka ákvarðanir, hann hefur skoðun, á þess að vera þvingan upp á neitt, hann er áberandi inn í klefa, þar sem að menn fá svona frið frá þjálfarnum og skapa sína eigin menningu og sigurlið hafa oft á tíðum svona stór skemmtilega menningu, það er gaman, það verður að vera gaman. Það er eiginlega alveg sama hvað. Ég meina, töpum aldrei gleðinni, sagði nú einn góður þingflokksformaður, blessi minning hennar Þórunn Egilsdóttir, hún var alltaf að segja við okkur ekki tapa gleðinni, þetta skiptir ótrúlega miklu máli, þetta er svona í íþróttunum líka og hann er hnittinn, fljótur til svara og ég var með frábæran aðstoðarþjálfara sem heitir Þór Henriksson sem var algjör meistari því að búa til alls konar skringilegar æfingar, hann kom með dekk á æfingar og bjóð til svona uppbyndunar æfingar þar sem voru með svona sprettir og alls konar samhæfingar æfingar og hann fekk mikla útrás við því, mjög skemmtilegur
og hann var bara svona raðaði dekkjunum upp í röð og lét menn gera alls konar drillur sem við köllum og ég einhvern tímann kom ég inn í klefa og ég svona varpaði bara inn í hópinn og sagði bara reitur, sprettir, drillur, dekk, botniði þetta og þá kom ég ben alveg spontant að þessari æfingu nóg ég fekk. Og þetta svona lítið dæmi hans félagsfærni og hans viðbröð og af hverju hann var svona óumdeilt leiðtogi á þess að hafa nokkuð fyrir því. Og þetta reynir auðvitað að nýta í liði. Ég var svo heppinn að vera með hópa miklu meisturum þegar ég fekk og það var ég þjálfaði Þrótt og svo þjálfaði Hauka og svo fekk ég það dýrmæta verkefni að þjálfa uppeldisfélagið mitt KR. Var það mikill heiður fyrir þig? Það var mikill heiður og mér þótti rosalega mentuð og ég fann til þess og Guðmundur Benediktsson var í þeim hópi og margir aðrir meistarar og þú ferðu þetta strax að hugsa svona hvernig þú nýtir þennan hóp og þetta var mjög skemmtilegt tímabil og endaði mjög vel og við verðum Íslandsmeistarar þetta tímabil. Guðmundur var að kljást við mikil meiðsli þannig að og það er erfitt þegar þú ert í meiðslum og ert ekki að spila og þá ertu bara svona dettur svona aðeins út fyrir en þessi færni sem hann hefur sem einstaklingur og þessi húmor mér fannst mjög mikilvægt að það nýttist alla leið þannig að ég tók hann bara við hliðin á mér og hann var aðstofþjálfari, ég var ekki með neitt þannig síðan starfandi og svo þegar svona hann hjarnaði og fáðu þetta bara inn á völl og ég skilði það reyndar ekki enn þetta í dag hvernig hann náði að spila þetta lengi vera kljást við þessi hnémeiðsli sín en blessunarlega þá hafði hann það mikla ástríðu og áhuga á íþróttina að við fengum að njóta kraftans þegar ég tek við Val síðan 3 árum síðar að þá var hann alveg sá fyrsti sem ég leitaði til og vildi fá hann með mér að spila með Val og það varð úr og hann hefði alveg örugglega og þjálfaði nú eitthvað eftir að leikmannaferlinum lauk og hefur alla burði og kosti í það og ég fekk að vera aðstofþjálfari hjá honum í eitt tímabil hjá Breiðablik sem var frábært og hélt það nú síðan vorum við saman með enska boltan á Skjá 1 í 3 ár þá vikulegu þáttur og þar fann hann sín eiginleika gerðþekkir íþróttina er hnittinn er skemmtilegur þannig að hann svona finnur þetta, þarna kemur hans bakgrunn sterkur inn og síðan þá er hann auðvitað orðin bara þjóðagersemi sem við þekkjum öll frá lýsingunum á Evrópumeistaramótinu og varð í raun og voru bara heimstektur íþróttalýsandi og ég veit ekki hvað hann er búin að taka að sér alls konar þáttagerð síðan matreiðslu þætti og ég veit ekki hvað og ekki hvað og við njótum hans á skjánum en þetta er nú kannski dregur það fram þegar þú ert að tala það að þetta eigi að vera skemmtilegt að þú hittir alls konar einstaklinga með skemmtilega og þetta verður svona hræri grautur og mjög kraftmikill svona dýnamískur vettvangur og það er auðvitað það sem gerir þetta svo skemmtilegt og heillandi að kljást við líka þjálfun að draga fram mismunandi eiginleika til að verða liðsheild sem að er miklu meiri árangur heldur en hver einstaklingur fyrir sig. Hvað er hann Gummi fullkomin? Var aldrei vesen að eiga við svona hnittinn og gæja sem slóði gegn í klefanum? Ég held að ég geti dregið fram margt sem hann væri algjörlega ónóthæfur við en hann yrði bara að segja frá því sjálfur. Já, ég veit. Já, nei, það er gaman að líka þarna, bara út af að við vorum að tala breytt þarna í uppáðuspjalls, bara að þú sjáir þetta, hann er náttúrulega bara fyrst og fremst fótboltamaður og er í klefanum þarna, en sé með einhverja félagsfærni sem allt í einu getur bara verið fyrir fram að myndavélarnar og tvinna það náttúrulega síðan inn í, eins og þú segir, matreiðslu þætti, en líka náttúrulega bara lýsa fótboltaleikjum og öllu þessu,
Já, ég held að og ég og með líka og við getum leyft okkur að tala um hann því að hann er þjóðþekkt persóna og þjóðareign þannig sé á skjánum í dag svona ekki tóð sér bara Bogi Ágústsson sem fréttamaður þjóðarinnar en þarna sko finnur hann sinn vettfang þar sem að hans bakgrunnur, hans eiginleikar, hans hæfileikar nýtast bara í botn og það er svo gaman að sjá. Já. Og þegar ég er að tala um þjálfunina okkur hún heilli, þá er hún tækifæri til þess að kynnast, ég geti nefnt fjölmarga aðra einstaklinga, algjöra meistara sem maður hefur fengið tækifæri til að kynnast, við vorum nú að tala um eitt hérna áðan sem að þú tókst viðtalið Jóhann Inga en maður leyfir sér að tala svona þjóðþekkta einstaklinga en það myndi kannski ekki skila sér að maður færi að tala um aðra sem að hafa kannski farið aðra leið og eru kannski bara þekktir í þessu umhverfi. Já, nei, algjörlega, það er alveg rétt. Það er einhvern veginn allt annað, sko. Það verður öðruvísi. Opinber eitthvað sem aðli sem var ekkert að sækjast í sviðsljósið. Já. Já, nei. Já, nei, við erum líka nú bara að gera þetta gamni og svona gruna nú að hann hafi bara gaman að þessu, sko. Alveg örugglega. Já, þú þekkir betur til en ég. Já, ég menna það er en svo verður maður líka að læra það en maður er alltaf árangri í einhverju og eins og til að mynda þjálfun og kennslu að þetta snýst miklu meira þá einstaklingar sem þú ert að vinna með heldur en það embætti sem felst í því að vera þjálfarinn eða kennarinn. Sem sagt heldur en þau völd sem að þér er falið? Sem í þeim felast, já. Rétt, betur orðað. Já, nei, ég var bara vissum að ég var ekki að umorða þetta, ég vildi bara vissum að ég var að skilja það. En þetta er eitthvað sem að lærist líka. Já, ég veit það og það er bara eðlilegt. Þú tekur að þér eitthvað svona embætti, finnur til ábyrgðar og vill koma þér til skila en í raunverulega hvað felst í því? Sko? Það felst í því að draga fram kraftana sem eru í þeim einstaklingum sem þú ert að vinna með. Mm-hmm. Þetta er auðvitað bara eitthvað hlutur sem lærist og lærist að vinna með. Þú ert ekki fullskapaður kennari eða þjálfari þegar kemur í þetta embætti. Ég get nefnt dæmi svona afburða fótboltamenn sem hafa orðið þjálfarar og þeir voru svo góðir í íþróttinni þeim fannst allir aðrir lélegir. Þeim hefur ekki endilega tekist að verða mjög góðir þjálfarar af því þeir miða allt við sína afburða hæfileika og gleyma einstaklingunum sem þeir eiga að vera að vinna með og draga hæfileikana fram í. Það blindar bara. Það blindar þig og það er svo margt sem getur svona blinda þig með þessi völd sem þú hefur. Man einu svona eftir mjög skemmtilegum fyrirbærinu aerobik. Já. Hvað héti það? Héti ekki bara eitthvað Nei, ég veit alveg hvað það sem Þolfimi. Já. Magnús Geving. Ég var eitthvað tíminn í tíma. Í Þolfimi tíma? Já, fyrir 30 árum eða hvað var 40. En þá var kennari sem var skemmtilegur og þetta var svona hress og skemmtilegur tíma, það var músík og þetta var svona nýtt. Já. Og alltaf alveg tróðfullt og meiri sér var þetta tekið upp í knattspyrnuliðum, þau fóru að fara í svona Þolfimi tíma. Bara með palla fyrir fram að sig? Já, þessum það. En þá man ég eftir því að eitt kennarinn hann er búin að láta alla hoppa fram og tilbaka og upp og niður og taka spor og bara gaman, kraftmikil músík og svo stoppar hann og lætur alla rétt út vinstri höndina og allir stoppa og rétt út vinstri höndina, mjög áhrifamikið, það eru 50 manns rétt út vinstri höndina og svo drögum við að okkur hægri höndina og svo spilum við á gítarinn og það fór allir að spila á gítarinn sko. Og þá sagði hann sjáuði, ég get látið ykkur gera hvað sem er. Skilur, það eru völdi í þessu, þetta er bara lítil saga en þú hefur mikil völd og það samþykja allir þessu völd. Já. En þú voru að fara vel með það. Já, og þetta er náttúrulega, það er mjög auðvitað að tengja þetta við pólitíkina og þau völd sem fylgja því að vera kosin til þess að gera eitthvað, að koma einhverju áleiðis. Algjörlega, og ég get heimfært þetta upp á svo margt. Tökum bara umræðu heilbrigðiskerfið.
Við tökum umræðan það hvað sé æskilegt, opinbert eða einkarekið. En hvað raunverulega skiptir máli þegar uppi staðið? Það er þjónustan við einstaklingin. Það er líf og heilsa einstaklingsins. Og ef við höldum alltaf fókus á það, þá held ég okkur farnist betur að byggja upp kerfin okkar. Og taka ákvarðanir. Já. Þetta er mjög einföldu mynd. Þannig ert þú kannski með það svona módel í hausnum að spyrja alltaf þessara spurningar áður en að þú reynir að mynda þér skoðun eða taka ákvörðun? Já, ég trúi því. Það skipti afskaplega miklu máli til að ná árangri að hlusta og reyna svo að hanna kerfin og átta sig á því hvað er í forgrunni og hvaða þjónustu við erum að veita og þurfum að veita og þá myndi hvað farnast betur og myndi ekki festast í klísjónum og bardaðunum eitthvað svona afmarkaða þætti. Heldur horfa fyrst á heildarmyndina og ég held að sé margt til bóta þegar kemur að svona stefnumótun. Fjárlög eru til dæmis núna unnin í stefnumótu umhverfi og við erum að vinna með sko í framhaldi af því stefnumótun á fjölmörgum svona mikilvægum sviðum samfélagsins sem að við viljum að allir geti notið sameiginlega og óháð efna og búsetu og það allt eins og menntun og heilbrigði og svo framvegis. Og við eigum alltaf að hugsa fyrst hver þarf þjónustuna og á hvaða forsendum og hvernig og hugsa svo kerfin okkur. Og til þess að halda sig við það, þá þarf maður bara að hlusta og leita svo leiða til að hanna kerfin til að þau þjónusti okkur, samfélagi. Það hljómar sanngjarnt, hljómar heilbrigt. Já, ég held að auðvitað hljómar þetta líka einfalt og svona einhver einföldun á veruleika sko. Einfalt er nervitt. Já, en við þurfum einhvern veginn, oft er gott að setja að því að þegar við förum að kljást afmarkaða hluti þá flækjum við þá. Mm-hmm. Þannig að ef við stillum bara af fókusin, sameiginlega markmiði hvað þetta snýst allt saman á endanum sko. Akkurat. Alveg eins og sagan sem þú fórst með hér í upphafi sko að við þyrftum að vinna öll að sama markmiði og það hljómi svo einfalt að við þurfum bara að leggja meira á okkur sko. Já, spyrja hvort þið séum tilbúin til að leggja meira á okkur, já eða nei. Erum við tilbúin já eða nei? En það er svo mikilvægt að fá jáið sko. Já, það er svona grundvöllurinn. Já. Ég veit. Já, þetta er líka svona gott að einhvern veginn, hvað maður að segja, svona komendlum á sömum blaðsvi, bara herri já alveg þetta þýðir að við þurfum að leggja aðeins meira á okkur, erum við alveg tilbúin til þess? Og svona kannski aðeins að sverja hennar neyð sko, fyrir framann hinn. Það er náttúrulega sem er líka svo skemmtilegt við liðseldina að þú sért ábyrgur fyrir liðinu og þú getur ekki sleppt æfingu meðan allir liðsfélagiðinir er að mæta. Algjörlega, ég meina við segjum oft við þurfum að finna sýnina til þess að tryggja allir gangi í takt eða gangi í sömu átt. Við vitum það leið og einhverjir inn í liðseldina fara að toga í aðra átt að þá fara kraftarnir og orkan í eitthvað sem að næri ekki markmiðin. Mm-hmm. Viljum Þór, bara gaman að spjalla við þig. Er eitthvað að lokum sem þið langar að koma á framfæri? Maður í kosningabaráttu, ég trúi þinn ekki að sé eitthvað sem langar að koma á framfæri, eða það? Það er svo fjölmargt, en fyrst og fremst vil ég segja við þig að ég er mjög þakkláttur fyrir að hafa átt þetta spjall við þig. Já, sömuleiðis. Vegna þess að þetta hjálpar mér að svona komast almennilega að því hver ég er. Það mætti nú ekki seinna að vera að fara að komast að því. Ég kemst örugglega aldrei almennilega að því en allt hjálpar. Er ekki verðugt að stefna bara alltaf að því líka? Jú. Glæsilegt. Viljum Þór, þakka þér kærlega fyrir að koma í spjall og gangi þessum allra best í hverju sem þú tekur þig fyrir hendur. Takk sem þú veist.